Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Guð kærleikans og miskunnseminnar, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurmæðing, sorgfylltum huggun og hinum deyjandi lífi. Guð alls þolgæðis og allra huggun. Hjálpaðu okkur að öðlast trú og von á Guð og treysta nálægðina og kærleika. Í Jesú nafni. Amen.
Já, eins og næturvakt. Kenn oss að telja daga vora, að vér mjögum öðlast vikur hjá. Amen. Hvert
þau munu hugguð verða. Sæl eru hógvær, því að þau munu jörðina erfa. Sæl eru þau sem hungrar eftir réttlæti, því að þau munu södd verða. Sæl eru miskunnsöm, því að þeim mun miskunnað verða. Sæl eru hjarta hrein, því að þau munu Guð sjá. Sæl eru friðflytjendur, því að þau munu Guðs börn kölluð verða. Hún hljóðar heilagt Guðspjall. Amen.
Þannig voru þau bæði með, en sinntu hvort sín. Það sem þau áttu sameiginlegt var að þau höfðu bæði mikinn áhuga á félagsmálum. Þau voru til dæmis bæði félagar í Ungmennafélaginu Íslendingi í anda Kristjáns. Sigrún studdi dyggilega við Bjarna þegar hann stofnaði Æskuna, barnadeildina Ungmennafélagsins, og héldu þau utan um fundi og skemmtanir fyrir börnin í sveitum. Þau voru einnig hvatamenn að hátíð í Húsafelli Verslunarmannahelgina og unnu ötullega við að koma þeirri hátíð af stað. Þegar Húsafellismótið var orðið að veruleika, mættu þau þar á hverju ári með börnin sín með sér, voru manna og kvenna áttust að vinna þau verk sem þeir lögðu. Sigrún naut þess að hitta fjölskylduna sína, henni þótti vænt um fólkið sitt og hún var stolt af afkomendum sínum
ekki nema 4 mánuðir síðan Freyjukórinn var með fjáröflun í lofinu. Sigrún hafði verið á spítala og var ekki með hressasta móti. Það hefði því ekki hvarflað að neinum að hún gæti farið á mannamót. En á síðustu stundu sáu börnin hennar að það var ekki annað hægt en að bjóða henni með. Ein dóttirin var að skemmta, hinar 2 fóru með hana og einkasonurinn á bakvakt, tilbúinn að sækja hana ef hún þyrfti að fara heim. Það endaði samt þannig að Sigrún okkar Elíasdóttir og hennar fólk voru með þeim síðustu heim á skemmtilegum. Hvílíkur gleðigreipur. Svona var hún alltaf, hún elskaði að vera innan fólk. Hún þekkti alla og ef hún þekkti ekki fólk, þá bara kynntist hún. Á ég ekki að þekkja þig, sagði hún. Hún talaði við alla og náði að tengja endalaust. Jafnvel þannig að börnunum hennar fannst alveg nógu í seinni tíð. Hún hafði afar skemmtilegan frásagnarstíl og kom auga á spaugilegar hliðar á jafnvel viðkvæmum málum. Lýsandi fyrir það eru orð sem hún lét falla á sjúkrahúsinu í veikindum sínum góðan daginn. Hún sagði: Mér finnst ég vera eins og gamalt skemmtiferðaskip sem hefur siglt höfin blá og upplifað svo margt skemmtilegt. Og hún komin í skip með fullt af togurum eða eins og vera komin á sátt, getur mér endalaust af fólki að skoða mig. Það víst að Sigrún kona sem skilur eftir sig mikið tómarúm og mikið af fólki hennar eftir að sakna. En góðu vinur, Sigrún kenndi okkur svo margt með því sem hún sagði og því sem hún gerði. Á dánarbeðinu lagði hún fólkinu sínu þessa lífsreglur. Alltaf að sjá hið jákvæða í öllu. Aldrei neikvætt, bara jákvætt. Alltaf að vera góð við hvort annað, aldrei laga. Sigrún Dagmar Elíasdóttir lést í bað með fjölskyldunnar á heimili sínu að Brákarhlíð í Borgarnesi þann 1. júlí síðastliðinn, 85 ára að aldri. Vafinn kærleika fólksins síns og tilbúinn að tvennu. En þó hún hafi kvatt þessa jarðvist eitt víst, og það að Sigrún lifir áfram í ykkur öllum sem henni kynntust, í minningunum sem þið geymið í hjörtum. Við kveðjum Sigrúnu héðan frá Borgarneskirkju í dag og dýrmætar minningar lifa á. Litfríð og ljósæð og léttundi brú, handsmá og hýreik og heitir Sigrún. Sofðu mín Sigrún og sofðu nú rótt, Guð faðir gefið góða þinn. Í bjartri von og einlægri trú felum við kæra móður, tengdamóður, ömmu, langömmur, systur og vinkonu í arma miskunnar Guðs. Guð varðveiti útgöngu hennar héðan í frá og að eilífu. Guð geymi þig og gæti í friði sínum, Sigrún Dagmar Elíasdóttir. Sem aldrei
haldast áfram tær og hrein. Ég vildi að ég væri eins og þú og vakað gæti bæði dag og nætur. Á öllu skyldi kveða og munað ást og trú sem aldrei bregst en hugað ætur.
spenna greipar, efri, og við skulum byrja. Við þökkum þér, kærleikans Guð, fyrir ljósið sem við okkur skýr frá þér og heilugu orði þér. Gefa mig taka á móti því í hug og hjarta. Við þökkum þér á þessari stundu að þú gafst okkur Sigrúnu Dagmar Elíasdóttur. Við þökkum allt það góða og fallega sem hún gaf okkur með lífi sínu. Helgaðu og blessaðu allar góðar minningar ástvina hennar. Styrk þau og veitum leiðsögn á komandi tíma. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Og allar bænir, kærleika og þakklæti felum við í bæninu sem Kristur kenndi þegar við segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, hvíli komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglega brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Veit henni drottin þína eilífu